Brynjar, það ekki margt jákvætt sem að þið takið úr þessum leik? Það nú eiginlega bara ekki neitt. Við þurfum bara alvarlega endurskoða sjálf okkur og virkilega taka okkur á því að þetta bara alls ekki nógu gott. Það var ekki bara að tapa heldur, já, þið spilu virkilega illa bara í dag með það sem maður hefur séð til liðsins fram þessu. Já, við byrjuðum ágætlega, náðum að setja á mark bara strax í byrjun og þá var einhvern veginn eins og menn bara heldur þetta væri komið og við þurftum ekki að hafa fyrir þessu og náðum okkur aldrei á strik í leiknum. Við vorum alltaf langt frá mönnum og þeir fengu alltaf mikinn tíma og þetta var bara skelfilegt. Já, varnarleikurinn átti nú að vera svona sterkasta hlið IBF. Þið fáið 3 mörk á ykkur í dag á móti Fylki sem að kannski átti ekki að vera sérstaklega gott sóknarlið. Þetta ekki gott veganesti inn í mótið? Nei, alls ekki. Það sem við ætlum að byggja þetta mót á var að vera þéttir og fá okkur fá mörk og ná svo potinn 1-2 en ef við erum að fá okkur 3 mörk á heimavelli þá þurfum við virkilega að aðeins taka okkur á. Sérðu svona í fljótu bragði hvað vantaði upp á í dag? Það var náttúrulega bara allt saman í rauninni. Við vorum skrefi eftir mönnum alltaf. Við fjallum aðeins og en vorum samt ekki nálægt mönnum. Þeir fengu alltaf mikinn tíma og svæði til að spila í og breyka á okkur og svo þegar við vorum með boltann vorum við bara lélegar sendingar, alltaf mikið af löngum sendingum og bara eiginlega alveg skelfilegt. Og svo til að báta gráun og svart, þá var þetta annar tapleikur á heimavelli í röð. Já, þetta er ánægtilega bara ekki að gerast að IBF sé búið að spila 2 leiki á Hásteinsvelli og ekki fá neitt stig út úr því og bara þeir munu að skammast okkar og við finnst bara afsökunar á því. Nei, takk fyrir þetta.